Skrokksmíðin, skref 5 og 6. Í skrefum 5 til 6 eru margir hlutir sem þarf að líma og í leiðbeiningunum segir bara límdu hluta 29, F29 til F36 á skrokkinn. Og þegar maður leitar þá finnur maður að F29 er hér, 30 kemur hérna fyrir aftan, svo er 32 og 3 hérna og það kemur hérna undir balsi. Það er dálítið mikið sem þarf að gera og svo er sagt klæddu framhlutan á skrokknum með 30 mm balsa, einfaldar leiðbeiningar, en síðan segir hann límdu 42 og 46 aftan á. Það er þetta hérna, þetta fer hér á stélið, undir stélið. Þegar ég fór að skoða F29, þennan hér, og hvernig hann passaði hér utan á, þá datt mér í hug að það væri ágætis ráð að nota rörin sem að festast í vænginn og eiga að koma svo hér í gegn til þess að láta þetta passa akkurat. Svo ég fann þau til og þá kom í ljós að þau pössuðu náttúrulega engan veginn í þessu gött, svo ég þurfti að pússa innan úr þeim. En með því að setja rörin hér í, þá get ég stýrt þessum stykkjum hér á. Þá datt mér aftur í hug að ég þurfti að breyta smávegis hvernig vængnum er fest á. Og ég fekk mér öll rif úr vængnum sem eiga að koma hérna á og ég fittaði þau upp á líka. Vængfestingin sem að þeir mæla með er álræma, það er 2 með sér, sem koma hérna yfir og skrúast ofan í vænginn. Það finnst mér ekkert sérstaklega heppileg vængfesting, svona kemur þetta á. Svo að mér datt í hug að bora 2 gött, hér og hér, sem ég ætla að nota síðan til þess að setja 30 mm eða 4 mm bolta í gegn inn í vænginn og get þá skrúað vænginn fastan upp á skrokkinn með þessum boltum hér. Þannig að nú er ég búinn að bora hérna gött sem að passa saman. Þannig að þá er einfaldasta ráðið að bara byrja að líma þessa hluti utan á hér. Ég ætla að byrja því að setja F29 og F30 og líma þetta með epoxy. Þá er þetta komið á. Hérna eru rörin, þau eiga náttúrulega ekkert að festast. Þau eru bara hérna til þess að stýra þessu. Þessi rör hérna eru bara dót sem ég átti og get notað til þess að stýra þessu svona réttan hátt. Þar sem þetta núna komið á sinn stað, þá get ég tekið þessi rör úr. Nú þarf þetta alltaf harðna áður en ég get haldið áfram
með balsastikkin sem koma hérna undir. Þá eru 29 og 30 komin á og föst með sínu epoxylími. Þá næst að setja 31. Það kemur hér undir. 32 kemur síðan hér og 33 kemur hér. Balsaklæðning utan á flugtunarklefann. Það best að ganga bara í þetta og ég ætla að nota núna trélím, bara venjulegt gult trélím. Þessi tvö stykki hérna, 35 og 36, eiga að koma hér innan í, hérna og hérna. En til þess að það sé hægt, þá verður að saga þessa spýtu hérna í burtu og það hefur ekkert verið nefnt ennþá. Það hefur séð, ef maður gáir mjög vandlega þá sér maður það á myndunum en það hefur ekkert verið talað um það. En nú þarf ég sem sagt að hreinsa þetta í burtu og setja þessa styrkingar, harðviðar styrkingar innan í dyrakarminn. Hérna innan í líka afgangur af þessum lista og líka hérna framan og þetta þarf ég að taka líka. Það sem ég ætla að gera núna að nota 3 mm balsa til þess að klæða utan á skrokkhliðarnar hérna
og hér yfir það nú ekkert endilega víst að það sé mjög spennandi að horfa á, svo ég kalla ykkur bara tilbaka þegar ég er búinn. Eins og kannski sést þá er ég aðeins byrjaður hérna aftan, en þarna þetta er mjög einföld aðgerð, bara að líma 3 mm balsa niður á hliðarnar hér. Þá er 3 mm klæningin komin hérna ofan á og hérna aftan á, og nú þarf ég að slá hana af stultunum til þess að geta snúið henni við og klára klæninguna hér fyrir neðan. Það er í mörgum tilfellum mjög auðvelt, bara ríf þetta frá og þetta stendur laust. Nú er ég með hérna svona smá frauðplaststand sem ég get látið hann að sitja á og klárað það sem þarf að gera hérna neðan á og haldið síðan áfram. Jæja, þá eru þrep 5 og 6 búin svona mestu. Kannski eitthvað aðeins eftir að pússa þetta til og ég á eftir að forma hérna aftan, en balsaklæningin utan á skrokkin og undir er sem sagt komin og þá er hægt að halda áfram yfir á næsta skref.